En nú þegar árið senn á enda rétt að líta öxl og rifja upp nokkur eftirminnileg augnablik sem hafa orðið hér í Kastljósi á árinu. Og vissulega standa atvik og viðtöl tengd fjármálakreppinu upp úr í þessari yfirferð, auk ógleymanlegra uppákoma með fyrrum borgarstjóra og kunnum ritstjóra. Elsa María og Dúi tóku saman. Þetta eins og gagnrýni sem stundum heyrist, já, að bankakerfið sé orðið of stórt fyrir íslenska ríki, en ég tel ekki að svo sé. Ég tel að við getum með ýmsum aðgerðum eins og við höfum verið að tala hérna gengið út frá því að íslenska ríki geti fullkomlega gengt sínu hlutverki hvað varðar bankakerfið. Svo hætta er raunveruleg, góðir landsmenn, að íslenska þjóðarbúið myndi ef allt færi á versta veg, sogast með bönkunum inn í brimrótið og afleiðingin yrði þjóðar gjaldþrot. Staða Kaupþings er býsna góð. Hins vegar af því sögðu að þá eru aðstæður þannig að þær breytast alveg ótrúlega hratt. Við erum að ákveða að við ætlum ekki að borga erlendar skuldir óreiðumanna, skuldir sem menn hafa... Akkur sér óreiðumanna? Byttu við, menn sem ekki geta borgað, eru på gamla máta, taldir óreiðumenn, það lærði ég hjá ömmu minni. Við ætlum ekki að borga annar manna skuldir. Við ætlum ekki að borga skuldir bankana sem hafa farið dálítið gáleysislega. Eru þið ekki bara með þessu að fría ykkur ábyrgð hreint út sagt? Nei, við erum ekki að því. Við erum að bregðast við vandamáli sem að koma upp. Við erum ekki að fría okkur neinni ábyrgð. Við erum að ábyrgð að bregðast við því. En ef að einhverjir aðrir meta stöðuna öðruvísi heldur en að við metum hana, þá er það ekki vegna þess hvernig við metum hana, hvernig við orðum það, þá er það vegna þess að þeir meta stöðuna öðruvísi og þá er það grunnstaðan og staðan sem að bankarnir voru í sem að þeir eru að meta. Það er orka tvímælis með varaformennsku hans í menningar- og ferðamálanefnd, en við munum þá láta vafan hérna njóta þess að í þágu þessa nýja starfs og hann sitji ekki sem Ég heyri það á þér að það er ekki mikla líkur á því að hann sitji í þessum tveimur nefndum. Við munum hlíta sem sagt öllum vafatriðum í þeim málum með þeim hætti að ef það er minnsti vafi þá verður vafinn látið njóta forgangs. Ég ætla bara að segja þér eitt þetta, við munum ekki láta kúga okkur í þessum málum. Við erum með nákvæmlega sama regluverk og aðrar Evrópuþjóðir. Okkur fara þær þá ekki svona illa út úr þessu kerfi? Vegna þess að við erum með miklu minna þjóðfélag og bankarnir urðu ofvaxnir þjóðfélagi. Af hverju var þá þeim leyft að vaxa svona mikið? Já, það gerðist bara, þú veist... Óvart? Já, það má kannski segja það. Nei, það er ekki hægt að segja að einhver einn hafi brugðist. Kerfið brást ekki í heild sinni, en það er ábyggilega ýmislegt sem að fór öðruvísi sem það hefði átt að fara. Sko, ég vil ekki lýsa því yfir að Fjármálaeftirlitið hafi gert einhver sérstök mistök frekar heldur en aðrir í þessu ferli. Hvenær megum við vona á því að það verði farið að hefja hér eitthvað uppgjör við þessi mál? Mjög fljótlega. En ég vil bara fullvissa þjóðinu það að við munum gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að halda utan heimilin í landinu. En ég er ekki vissum að þeir sem eru hér í salnum geti endilega að tala fyrir þjóðina. Þeir séu endilega þess umkomnir að tala fyrir þjóðina. En við getum ekkert annað en treyst þeim sem eru settir yfir skilanefndirnar og síðan bráðabirgðastjórnunum og öðrum til að færa bankana inn í þennan feril. Gerðirðu mistök og heldur þú hafi skaðað embættið? Það má vel vera í hugum einhverja hafi það skaðað embættið. Ég hef aldrei verið feiminn við að horfast í augu við eigin mistök. Það sem ég er að segja er að við auðvitað kannski spilum djart og ég tek full ábyrgð, ég er ekki að koma ábyrgðin af mér. Spilum þið ekki allt of djart? Er það ekki kannski réttari nálgun? Ég til að það svo sé ekki. En þetta land, ég menn þetta er þannig land að það var hótað að loka, það var hótað að stöðva prentið bréfa sem að Björgur Guðmundsson á prentstið. Og ég er svo sem er ekkert nájaður yfir því, ég bara berst í það bíl og hann mun, þú veist, við munum taka niður og þá verður það miklu heilbrigðara af það. Sko, eru þið ekki bara búin að spýra ykkur upp í eitthvað græðgisrugl? Heitir þetta ekki það? Jú, það má kalla hvað sem er. Er það ekki rétt með því? Ég myndi segja það. Ég sjálfur... Og þú berð ábyrgð á því? Ég ber ábyrgð á því. Með íslenska bjartsýni, æðruleysi og samstöðu af vopni munum við standa storminn af okkur. Guð blessi Ísland. Við ætlum að ræða hér umhverfismál og betruvirkjun
Við höfum ekki tíma til þess að vegna þess að þú hefur eitt tímanum bara í það að ræða eitthvað aðstoðarmannsmál langt fram eftir tímanum. Já, heyrðu, þá skulum við bara ljúka þessu á þessum nótum. Þú er ekki vilja hleypa mér að, veist það, Helgi Seljan, mér finnst það ekki hægt að hleypa mann ekki að með málefni, heldur reyna að dvelja við einhverja fasta spurningar, endurtaka þær. Mér finnst að menn verði að gefa þeir sem koma hér í þennan þátt, til dæmis borgarstjóra, kost á að ræða málefni við ykkur, en ekki reyna bara að skemma málefni. Takk fyrir.